United vann sinn 20. titil. Allir elska United. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Eins og það heyrðu þá voru við ekki með Crazy Bastard nýja sjómlega þessu sinni heldur FM 95 Blöð-lagi. En ég veit að það er margir að núti sem sakna Crazy Bastard. Ég skal loða ykkur í, það kemur hérna á eftir. Já, við getum alveg spilað það fyrir ykkur hér á eftir. Og líka sjómla. Það er nóg til að góðum lögum hérna maður. Byttu fyrir, en við erum mættir hér við Sveppi eins og alla þriðjudaga og við erum með reyna veistlu handa ykkur í dag. Þú ert ekkert búin að vera í loftinu síðan United maður meistari? Nei, það var náttúrulega bara í gær. Það var í gær? Já. Og þetta er í fyrsta skipti sem þú ert að tala sem sigurvegari? Já, svona náttúrulega meira United kannski sem eru sigurvegar en sem, já, stuðningsmaður þeirra. Nei, þú ert ekki stuðningsmaður. Jú. Þú ert miklu meira en það. Já, ég er náttúrulega hálf bilaður en ég meina þegar þú ert að tala við vinniðina sem að halda líka með United, þá segir býtu, erum við að fara að spila þessum í kvöld eða? Já, ég tala um okkur. Já. Ég held að við séum ekki að fara að vinna þetta í kvöld. Ég hef ofta rifist við erum nú sameiginlega vinn sem heitir Eiður og spilaði nú fyrir Chelsea og þetta fer ekkert jafn mikið í töðunum þegar ég segi við United því að hann eins og hann segir að hann hefur skorað fyrir sín lið og verið hluti af hópnum sem har farið meistari fyrir Chelsea. En ég hef reynt að útskýra fyrir honum og öðrum að ástæðan fyrir að segja við er að þessi leikmenn væru ekkert án stuðningsmannina. Það er bara þess að þannig fáðu launin sín, þannig eru vellinni gerðir, þetta er bara, við erum einn stór eining. Þú ert að hafa stuðningsmennina með, þetta eru við. Já, þú býrð á fucking Eyju lengst í raskati. Ég bý á sama land og þú. Já, ég bý líka á Eyju lengst í raskati. Já. Þannig að finnst þér alltaf að segja við United? Nei, við eigum Aston Villa í kvöld, finnst þér alltaf að segja það? Nei. Það buggaði ekki þetta? Nei, það buggaði mig ekki neitt og ég myndi örgulega að gera líka skilu. Já. En það sem að mér finnst svona, það buggaði mig ekki neitt í kringum þetta basically. Ok. En mér finnst samt margt hlægilegt. Já, ég veit það alveg. Sérstaklega það að, United væri ekki neitt án stuðningsmanna. Ég viðurkenni það. Já. En United liðinu öllu og Alex Fergusoni er drullu saman þig og alla á Íslandi. Nei. Og United klubbin og allt sem tengið United á þessari Eyju þarna. Þeir veit ekki sem hún er til. Jú, verður ekki að byrja. Drullu saman, þegar veist. Þú skilur hvað það við, Já, ég skil hvað það við, en ég er bara ekki sammála. En allt United-lið skilur, þeir berar virðingu fyrir Manchester búanum, sem búi í Manchester og eru búin að Já, en þetta er náttúrulega bara stærsti klubbur heim, eitt þeirra, þeir eru náttúrulega stuðningsmennum allan heim. Ég er Barcelona, hjartað mitt segir Barcelona allt í núna. Já, þú ert orðin voðaður hrifinn af þeim, ætlar að horfa á leikinn í kvöld? Já. Það er Barcelona Bayern München, það er ekki smá leikur í meistaradeildinni. Ég er þetta stundum þegar stóru leikir sem að ég þarf að horfa á. Já. Þá finn ég einhverja leið til að koma konunum minn út úr húsi. Ok. Og ég er búinn að græða það. Já, búinn að henda henni út. Og ég er alltaf með plokkfisk í matinn. Já, skemmtilegt. Þegar það er stóruleikur. Já, þannig að það er plokkfisk fyrir kvöld og þú ert einn heima. Já, einn heima með börnin og plokkar í matinn. Það er bara, plokkar er bara beint í pott og hitað. Og heldur með Barcelona. Já. Já, það er líka, það er náttúrulega stórleikur á morgun líka, Real Madrid Dortmund. Það væri hrikalega gaman ef Real Madrid og Barcelona færi áfram, þannig við myndum fá svona El Clasico í úrslitaleik. Já, það var margir leikir. Já, Dortmund, ég nenni ekki svo Barcelona Dortmund. Nei, Dortmund er þetta með skemmtilegt. Nei, Dortmund eru flottir sko. Ég veit ekkert hver er Dortmund. Það er hellingur á lið. Reynda var ég besti leikmaður Dortmund að skrifa undir hjá Bayern München. Var bara staðfest að það í dag. Já, ok. Þegar ágæði sumar, þetta er svo steikt, þvílík tímasetning. Já, þetta er skrítið. Bæði liðin í undanúrslitum meistaradeildinni, ég skil ekki svona vitlausa stundum. En eins og ég sagði áðan, kæru hlustendur, þá ætlum við nú ekki bara að ræða fótbolta hér í dag. Við erum með algjöra veislu handa ykkur. Við förum í dagskrárliðin talaði við símtal. Já. Og hann gekk svona ljómandi vel fyrir í dag. Já. Syngdum í leðurgerð. Svo eru sturlaða staðarindir á sínum stað. Við ætlum að fara í geymt en ekki gleymt. Splungun í dagskrárliðin sem var líka síðasta þriðjudag þar sem við ringjum í gamlar auglýsingar og blöðum. Já, smáauglýsingar. Já, gamla smáauglýsingar. Mjög skemmtilegt. Já, fólk sem var kannski að auglýsa sleða eða hillur eða eitthvað bara 2001 eða 2002. Já. Við ringjum og öllum hvort það sé búið að selja það. Já, hvort það sé að fá það. 11 árum seinna. Og svo ætlum við líka að bugga Manchester City stuðningsmenn. Við ætlum að ringja á 3 City pubba sem eru í Manchester. Já. Og svona spurja á hvort þið viti hverjir eru meistarar núna. Já, þar kemur þú sterkur inn. Já, það var þín hugmynd en ég studdi hana. Sjálfsögðu. Ég hefði gaman. Þannig að það er nóg að vera hér hjá okkur. Sveppi, horfður á leikinn í gerð? Eða var þið drullu saman bara? Nei, ég horfði ekki á leikinn. Nei, þú ert ekki í því. En þú ætlar að horfa á leikinn í kvöld?
Já, sko, ég nefnilega, til dæmis þegar ég var að horfa á körfubolta í gamla daga, þá horfði ég bara á Jordan spila. Þú vilt bara horfa á það besta. Þegar ég horfa á golf, þá verður Tiger Woods að vera að spila. Ég alveg sammála því, ég þarf að hafa Tigerinn. Og þegar ég horfa á fótbolta, þá verður helst að vera einhver Íslendingur eða Messi. Já. Yes. En ég ætla líka að óska stjörnumönnum til hamingju. Þeir unnu Grindavík í gær og þurfa núna aðeins einn leik í viðbót. Í hvað íþrótt? Leiðilegt fyrir Grindvíkingana að þeir unnu hérna í körfu. Og svo sjálfsög ætla ég að óska stjörnustúlkum til hamingju sem að því miður lögðu mína menn í Val, eða stúlkunar í Val í handboltanum. Þannig að það var nóg að gerast í gær. Unnu stjörnundar Val í handbolta? Já, Rabba Skúla. Þín fyrirhandi hefur verið brjálu. Já. Það er ekki gott, ég veit alltaf það. Var ég að segja eitthvað sem ég mátti ekki segja? Alls ekki. Er ekki gott að hún er byrjuð? Nei, gæta mig. Mér fannst þetta lag stórkostlegt. Ég heyrði það fyrst að segja og finnst ennþá. Þetta er Kings of Leon hér með Use Somebody. Er þetta ekki svolítið svona handboltarokk? Virkilega flott lag. Er það? Nei, ég veit ekki, er þetta meira rock? Er þetta alveg, veist? Þetta eru alveg töffara, sko, Kings of Leon. Ég hugsa alltaf ef að Frosty mínus fílar það, þá er það álur rock. Já. Þú vart bara að spyrja hann hérna á göngunum ekkert. Hann er svona harður og er sjálfur í rockinu. Hann er grjótharður, sko. Finnst það fullt megnið af öllu sem er búið til kjaftaði. En svo er hann mjúkur inn á milli. Hefur ekki tekið eftir því? Nei. Frosti hann er ekki gangster, sko. Nei. Langt í frá. Hann er romantískur og góður drengur. Já, einhvern tíma fór ég út að borða einhvern tíman og þá var hann með konunni sinni. Já. Það var svolítið stílbrot. Nó. Já, hann var bara verið einhverju greni að snorka kóka eins. Þetta er fólking Frostið mín. Hvað má hann ekki fór út að borða með konu sér? Hann er náttúrulega bara í dag sko í háskóla og hann er ekki eins og ný mínus lengur. Hann er ekki rockljónsut. Nei, ég veit að hann er svona aðeins búin að breyta ímyndinni. Já, líka, veist, var það ekki bara flott? Jó, mjög flott. Nú, ekki. Já, veist, ég er bara að segja svona. Já, það kom hefað slúðru hér í FM 95 Blö. Já. Og ég er með svona allt í lægi slúðurhendur, ég ætla að byrja að segja frá því sem að ég hafði áhuga á. Já. Vince Vaughn og Ben Stiller eru báðir búin að skrifa undir að taka þátt í framhaldinu af Dodgeball. Já. Þannig að það er að koma Dodgeball 2. Ég veit ekki, hvað finnst þér það, Sveipi? Dodgeball 1 var náttúrulega ágætt. Ég sá hann daginn, hún eldist ekkert alltaf vel samt. Já, hjarta mitt sló hraðar þegar ég heyrði það að Anchorman 2 var að koma. Já, það finnst mér stórkostlega fréttur. Það er líka að koma Dumb and Dumber 2. Þá er ég ekki að tala einhvern niðurgang eins og Dumb and Dumber er. Þetta er alvöru Dumb and Dumber með Jeff Daniels og Jim Carrey. Ertu að meina þetta? Það kemur á næsta ári. En hún er samt bara sko Zoolander 2 líka. Já, hún er líka að koma. Og Dodgeball 2. Alltaf gerast í þessu. En þeir Það er allir í framhaldsmyndunum, maður. Já, þeir ætla báður að taka þátt. Það er að segja Vince Vaughn og Ben Stiller sem er náttúrulega frábæra leikarar, miklu uppáldi á mér. Þannig ég vona bara. Dömmir, mér finnst það er alveg slúður, sko. Já, og Anchorman 2 líka náttúrulega. Hún kemur þessu ári. Og svo er það næsta slúður sem mér er drullu saman. Það er verið að tala hérna að Justin Bieber sé kannski byrjar aftur með Selena Gomez. Drullu saman. Þau séðast saman á... Ég er að googla hérna Jim Carrey. Þau eru búin að sjá saman á röltinu. Shit. Og eru víst, allavega átnið góði vinir aftur. Það slettist eitthvað upp á vinskapinn. En þau vilja nú ekki meina þessu byrjuð aftur saman. Hvað heldur þú, Sveppi? Heldur að þessu byrjuð aftur saman? Það er búið að setja hérna á 2014 hérna Dumb and Dumber. Já, en hvað finnst þið með Justin Bieber og Selena Gomez? Mér er drullu saman Justin Bieber og allt Bieber, alla Bieber fjölskyldunni sem hún leggur sig. Heldur þessu byrjuð aftur saman, Justin Bieber og Selena Gomez? Ég vona það. Já. Ég væri til í að myndi barnana giftast henni og við getum hætt að fjallum hann. Já, svona er þetta. Hann er bara frægur. Já, kalli. Svo er það, slúður af leikoninni sem að heitir Emilia Clarke. Það er kannski ekki frægasta nafni. Nei, Dana Brunetti segi ég. Já, það var annarkvort eða. Já, en hún leikur Khaleesi í Game of Thrones. Já, það kom eitthvað klámvídeó. Er það málið? Nei, ég sá eitthvað klámvídeó með einhverju gælur úr Game of Thrones daginn. Já, þú ert náttúrulega allt öðrum síðum en ég. Ég er nú bara að tala um það að hún sé að fara að leika hérna í bíómynd. Já! Og hún er sannlega að fara að leika í kvikmyndinni 50 Shades of Grey. Og ég er ánægð með það. Mér finnst hún, ég held með henni í Game of Thrones, Khaleesi, hérna drekadrottningunni. Ertu að horfa á það? Nei. Hún er núna með 3 dreka, komið rosa her og lokin á þætturum í gær var bara með flottara sem ég séð þegar hún var að lappa úr borginni með nýja herinn sinn.
Hún grjóthörð þessi leikuna og já, þetta verður bara fína fréttir. Ok, og eru að fara að hittast í roleplay í kvöld eða? Nei, þú getur alveg hort á Game of Thrones á þess að þetta spila AD&D hérna út alla veggi, sko. Eru að fara að larpa í öskjuhlíðinni? Ég til í það. Svo ég líka, ég var til í Avatar larp. Já, Avatar larp. Já, Avatar. Teipa á sig einhvern hala og... Það fólk í því samt, sko, þú veist það, sem að mála sig blátt og að hoppa og svona láta eins og þessi avatars. Já, það náttúrulega sko að larpa því live action roleplay. Já, ég veit það. Svo það síðasta slúðrið og það að tvælastjörnunni Kristen Stewart, ég sá þetta nú bara hérna á vísi.is, en þessi 23 ára gamla leikkona vist ennþá að halda við leikstjórans Rupert Sanders, en hún hélt fram hjá Robert Pattinson hérna í fyrra og það var allt vitlaust. Hún var búin að grenja sig aftur inn á hann. Hann var búin að taka hann aftur heim til sín, búin að gefa henni séns, en svo verðist hún vera ennþá að halda við hennar leikstjóra. Hvaða viðbjóður það? Nú verð ég reiður. Þú gerir ekki svona. Jó, ég menna, veist... Ef þetta satt, þá Kristen Stewart bara ekkert í mínum. Í fyrsta lagi, hérna, mér fannst hún svona, alveg svona hugguleg leikona. Svo þegar maður heyrði af þessu öllu saman, sko. Þá fannst mér hún vera ljót. Já, eftir að hún vera að halda fram hjá hann. Já, þá fannst mér hún vera ljót í framan. Já, hún byrjað að fara í töðan á mér ef þetta satt. Ég var tilbúin að gefa henni séns, sko. Nei, tilbúin að gefa henni séns. Ég var búin að, veist, útskrifa hana alveg. Hvað þá, ef þetta rétt? Þetta var slúðurpakki FM. Það hlýtur að hafa eitthvað að hafa smá svona hnekki á bransan. Á ferilin hennar? Já. Alveg pottið. Sérstaklega hún ennþá að halda við hann því að það var búið að fyrirgefa þetta. Þau voru byrjað aftur saman, hún og Robert Pattinson, og fólk var eiginlega svona hægt að tala um þetta. En hvernig veit fólk að þau séðan, sást hún út í runna bara með... Það eru myndir að þeim minna saman í bíl og eitthvað. Já, hún sást út í runna bara og sást nefið á henni. Þetta var slúðri hér í FM 95 blöð. Eftir örskamma stund fyrir í Gettublöð og... Gettublöð, hvað er það? Þá er ég með 5 spurningar og Logi kemur ekki í dag, hann kemur næsta þriðjudag. Ég er búinn að vera að spyrja strákana svona pubquiz spurninga og færð 5, sjá hvernig það stendur. Og hvað gerist þegar ég svara veist, ekki engin gulrót? Jú, færð bíl. FM 957 kynnir í samstarfi við Túborg og N1 Keflavík Music Festival. Stærsta tónlistarhátíð ársins verður haldin öðru sinni. Öll verkefni sem þú búin að vera að borga af láninu, ef þeir dæma hana Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Launamiði Happaþrennunar. Stærri, meiri, skemmtilegri. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Sólbóðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Saman getum við eflt atvinnulífið með nýsköpun og skapað farveg til að fjölga störfum í fyrirtækjum. Dögun xt.is. Allir í bátana því nú verður spilað. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Í talaði við símtal við Sveppi, tókum upp hans skemmtilegt símtal hér fyrir í dag. Þar sem að, annar er að tala við einstakling og hinn er svona að tala inn á símtalið. Já. Svona
hressandi bull. Hlustendur ættu nú að vera farnir að þekkja það. Segðu. Og margir sem bíða spenntir eftir því. Já, ég vona það. Svo erum við líka með dagskrárliðin gamla smálýsingar, þar sem við þingjum í smálýsingar sem voru í blöðum 2001 til 2003. Já, og ég vona að hlustendur hafi jafn gaman að því og við. Já, sveimi þá. En nú hins vegar, Sveppi Krull, komið að Gettu blöð. Nú það núna? Já, þetta ég er að prófa þetta. Okay. Ég búinn að henda Hjöbbi í þetta og Birni Braga. Nú komið að þér og ég verð nú eiginlega viðurkenna það, Sveppi, að þú ert með 5 léttustu spurningarnar. Ok. Að mínu mati. Og ég hugsa að hlustendur verður sammála. Nei, þetta ekki þannig. Hvað meinarðu? Ef þú segir það fyrirfram svo kannski get ég ekkert mikið, þá ertu búinn að kasta því út í kosmosið að þetta eigi að vera létt. Nei, þetta er svona, þú heyrið það bráðum. En kannski finnst þér þetta ekki létt. Nei, ég meina það náttúrulega, sko... Ertu ekki fínn í svona spurningaleikjum, Morna? Ég voru að gána þessu. Það ekki? Já. Og trivial maður. Já, ég trivial maður og tel mig svona... Vera on top of things í ýmsu. Þá skulum við sjá hvað mörgum stigum minna. Já. Ertu tilbúinn? Já. Fyrsta spurning. Já. Hvað heita bræðurnir í Oasis? Liam Gallagher. Já. Og... Liam Gallagher. Já. Hinn heitir... Ói, nú drepur og ægir mig. En hann byrjum við. Það hérna... Nú eru margir í bílnum bara... Já, hvað að honum? Já. Ég náttúrulega ekkert einhver Oasis fan. Nei, ég veit, ég vissi það, en ég aðeins að fara í það. Þetta góð spurning hér. Ok. Mjög góð. Það sem sagt... Liam. Já, hann var kominn hér. Já. Hver var hinn? Hinn var Bobby. Nei, byrjum við. Bitu aðeins. Liam og... Það bara 5 sekundur, það eina reglan enna. Liam Gallagher og... Shit, það stóli úr mér hitt maður. Ég manna þetta svona kortir sko. Byrjar á N. Já, 0. Rétt. Þetta hálft. Færð hálft stig að það. Já, hálft stig. Númer hvað Robin Van Persie hjá Manchester United? Robin Van Persie 20. Rétt. Ég var ekki viss þetta þessu. Ekki heldur. Veistu út af hverju ég svaraði rétt núna? Okkur. Ég horfði á þrennunans á netinu í gær, bara fyrir slistni. Og sást þá að hann var nummer 20. Það var líka rétt að muna því þetta var 20. titillin hjá United, sko. Já, auðvitað. Í hvaða bíómynd þessi setning? Já. Pull over, no, it's a cardigan, but thanks for noticing. It's a cardigan? Pull over, no, it's a cardigan, but thanks for noticing. Hvað þýðir cardigan? Það sagt, pull over. Þá segir hann, no, it's a cardigan, but thanks for noticing. Hvað þýðir cardigan? Peysa, það er svona peysa. Pullover líka peysa. Já, pullover, no, it's a cardigan, thanks for noticing. Í hvað bíómynd þetta? Þetta eitthvað... Ég ætlum að myndi kveikja strax þetta. Þetta ekki bara hérna... Pullover, no, it's a cardigan, but thanks for noticing. Já, Planes, Trains and Automobiles. Nei, rangt, Dömur. Ég var með Jim Carrey, sko. Já, þetta var samt ekki hann, þetta var Jeff Daniels. Já, þú veist, this category. En Jim Carrey var ekki Planes, Trains and Automobiles. Nei, þá held ég þetta var þegar þið voru að keyra mannst á móti umferð og eitthvað svona pull over. Já, það var enda líka, neða, þá var you're going the wrong way. Já, you're going the wrong direction. Hér kemur erfiðasta spurningin. Hvaða stjörnumerki ertu í að þú átt afmæli 8. ágúst? Ljón. Rétt hjá þér. Vel gert, Sveppi. Kom sterkurinn, hvernig vissur það? Já, afmæli 5. Æ, auðvitað, djöfull er ég heimskur. Ég sverða, ég fatt það ekki. Svona pubquizist, trundu. Já, ég þekki stjörnumerkin mjög vel. Nó, ok. Veist þú hvað stjörnumerki ég átt afmæli 15. janúar? Það var þetta fiskunum ekki? Nei, það var Vassberi. Vassberi. Einmitt. Akkurat. Þannig að þú gætir hafa spurt þetta og ég hef svarað rétt. Þannig að þá eru konum með þetta er alveg löggilt stig. Ára síðasta spurningin, þú ert komið með 2,5 stig. Já. Síðasta spurning. Ég verð brjálar og veist þetta ekki. Já. Hver söng Dirty Diana? Dirty Diana? Dirty Diana. Nú ég hugsa sko, akkur verður þú brjálari, veit ég ekki? Nei, það var ekkert eitthvað að lesa svo mikið í það, sko. Nei. Hvernig er það lag? Dirty Diana. Nei. Þannig að þú veist ekki hver söng Dirty Diana? Dirty Diana mun hafa verið, Foo Fighters. Nei,
Það var konungur popsins Michael Jackson. Ég vissi, ég veist. Þetta ná ekki dömur og ná ekki Jackson. 2,5 stig, það telst reyndar ágætt í pubquizinu. Björn Brauðar með 3 og Hjöppi líka held ég. Já. Ok. Þannig að þú stóðst þig ágætlega. Já. Hér eftir þetta lag ætlum við að fara í Talað yfir símtal. Þetta lag uppaldið að mér. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Með ykkur hér á FM 957 þennan þriðjudaginn og það komið að dagskrárlið hjá okkur Sveppa sem heitir Talað yfir símtal. Já. Hann með þess að búin að fá smá frí núna. Já, langt sem við gett hann. Já. Við vorum með smáhulsinguna, það nýtt sko. Já, það komið við erum alltaf að reyna að hendina ykkur í nýju. Já, byttu fyrir maður. Þekki strákana. Byttu fyrir. Við ætlum að fara núna í þennan dagskrárlið sem að getur orðið mjög skemmtilegur ef hann hefnast. Já. Og þá, þetta ekki flókið, við hringjum í fyrirtæki hér í bæ, svo annar okkar kort, viltu vera sá sem að tala við fyrirtækið eða viltu vera fíblið sem fast á línni? Þú ræður. Ég ræð? Já, þannig bara kort viltu, ég kom hérna með fyrirtæki, ég ætla að hringja einhverja töskuviðgerðin, þannig að viltu vera sá sem dröflar eða sá sem talar? Þetta allt í höndunum á Guði. Leðursta, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, Einar heiti ég að hringja til ykkar, ég nefnilega með leðurbuxur. Já, við erum nú bara ekkert í neinu svona Nú, já þeir með já ég nú með meira, það nú bara svona fyrsta sem ég nefni sko. Já, við erum bara yfirleitt ekkert í viðgerðum sko. Hvað er þetta brasa formkaka? Sko ég nefnilega með tösku og buxur sko. Já. En þeir ekkert í viðgerðum. Nei. Hvað er verið að brasa? Halló? Já. Já. Svaraði mér. Svona eins og einhver hefði slegið inn á. Já, það er eitthvað svo leiðis. Já, hvert getur bent mér á að hringja þá? Ég var til að ringja þig. Halló? Ekki það nú ekki. Má ég ringja þig? Ertu að tala um mig? Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Einar hér? Já, ég veit ekki að það er einhver sem kemur inn á línuna sko. Já, ég held að það væri eitthvað þín megin. Nei, ekki nú að hættu við. Já. Ertu hættu við mig? Halló? Já. Já, hvert getur bent mér? Þú kannski veist ekki, er þetta upp í kvínu? Nei, ég þekki það nú ekki. Eru skósmiðir í þessu jafnvel? Eitthvað kannski gæti verið. Ég skal smíða þig skó. Smíða mig? Hvað? Má ég vera pabbiðinn? Hvað, það er eins og einhver kom inn á hérna? Já, skrítið. Já? Já, það er kannski Þráinn skóari gæti mögulega verið í leðurvinnu? Það gæti verið, sko. Ég er í leðri. Halló, Einar hér? Já. Það er eins og ég... Ég er með leðugrímu. Ertu með... Nei, ég held að það verður bara hugast, ég veit ekki hvað þetta er. Ertu með leðugrímu? Nei, ekki hérna, sko. Ég er með leðugrímu. Það er eins og einhver slá inn á. Já, það er eitthvað svo leið. Já, það er mögulega Þráinn skóari og svo kannski... Ég er líka í leðubuxum. Gæti mögulega verið að tösku og tösku viðgerðir, eru þeir ekki líka í svona? Jú, eitthvað til svo leiðis. Talaði dónalega með. Fyrirgeðu? Segðu hvað þið finnst. Einar hér. Halló. Já. Það er eins og að slá inn. Segðu hvað þið finnst. Eins og að koma einhver inn á línuna. Já, ég veit ekki hvað þetta er. Er þetta ekki þín megin? Nei, ekkert sem ég veit hérna. Eru þið bæði búin að vera óþekk? Ég held að við erum bara að leggja á. Eru þið óþekk? Ertu hvað? Ég verð ekki að segja þetta, sko. Ertu óþekk? Nei, ég bara heyri eitthvað þarna bakvið, sko. Já, mér heyrist þú segjast vera óþekk. Nei, ég bara skildi ekki. Ég er búin að vera ógeðslega óþekkur. Þetta er þín megin? Ekki hjá mér. Ég er ein hérna. Settu rafmagn á gervirtunar á mér. Heyrðu? Já. Þetta finnst mér bara fyrir neðan. Já, við skulum bara leggja á. Kveiktu á rafmagninu. Já. Hérna. Settu puttunar í nefið á mér. Einar út. Ég verð alltaf eitthvað leðurrugl og eitthvað ég veist ekkert hvað ég átti að vera að segja Nei, ég veit það, og líka það, hún gat ekki aðstofa mig með leðurjakkan. Þannig að hún var eiginlega basically alltaf að bíða þegar ég myndi bara kveðja. En byrju, hvað hefur leður ekstra að gera? Hún gat ekki hjálpa með töskun og ekki buxuna. Þau er ekki viðgerðum. Nei, þú eru bara að selja. Já, þannig ég vil meina það að þetta hafi verið fagmannlega gert. Við náðum að halda henni á línunni með ásandi að vera dónalegir. Já, sko, samt ekki ofdónalegir. Nei. Þetta var ekki helberi við. Nei, langt frá því. En Einar hér, það finnst mér, það er alltaf, það er gott að maður segir það nokkru sinnum. Það er fallið lína, þetta var talað yfir símtal og það hefnaðist bara svona ágætlega. Já, halló, Einar hér. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Látt ekki bjóða þér hvað sem er. Sendu ábendingar verðhækkanir á vertuáverði.is.
Stöndum saman og rjúfum vítarhring verðbólgunnar. Matvís, CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Stefson, Skálmöld, DJ Margeir og bandaríski mashup-meistarinn C-Train. Party at the top of the world, Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf sojalatte þambandi mussuklædd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Túborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika ásamt Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið er aðeins 2500 krónur og er forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Athugið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Dívaninum sitja tveir hjúkrufir menn, það eru Blöndal og Sverrir Sverrisson. Já, það er komið að dagskránni sem að margir hafa beðið eftir og ég var nú að viðurkenna það, ég hef nú beðið eftir honum með eftirvæntingu. Þetta eru sturlaðar staðreyndir. Takk fyrir það, Sverris. Og ég er með skemmtilegar sturlaðar staðreyndir í dag, eins og alltaf. Já, eru þær alltaf 10? Já, ég hend alltaf í 10. Já, flott, já, þeir. Það er ekki fín tala? Jú, mjög góð. Og já, hér kemur fyrsta sturlaða staðreind dagsins. Já. Miðað við launin hans LeBron James, sem er leikmaður Miami Heat í körfubolta, og hversu oft hann tekur skot í hverjum leik, þá er búið að reikna að LeBron James er að þéna $7,700 á hvert skot sem hann tekur í körfuboltaleik. Eða 1.000.000 krónur fyrir hvert einasta skot. Wow. Já, sko, hann er leikmaður Miami Heat, þannig að hann fær borga fyrir að keppa fyrir þá. Þannig að þeir eru basically að borga hann 1.000.000 fyrir hvert skot sem hann tekur í leik. Já. Það er ágætis laun, maður. Það er svaðal. Rugl, effett. Akkur eru við ekki á svona launum? Akkur eru við ekki svona góður í körfu? Eða náttúrulega þú ert 1.50, þannig þú gæst aldrei fara í NBA. Já, ég geti hann á keppt í einhverjum öðrum íþróttum með bolta, skilju. Já, Messi er nú ekki hár í loftinu. Já, reyndar á rétt. Og þú ert líka með svona lágan þyngdarpunkt eins og hann. Já, ég reyndar alveg, mér er oft líkt um Messi. Nei. En talandum, hann er náttúrulega líka í vörn, eða ekki? LeBron James, já, sko, LeBron James er að verða eitt besti körfuboltamaður allra tíma. Þeir vilja svona meina, hann sé að ná Jordan, kannski ekki búinn að ná honum. Já. Er gaman að horfa á þetta? Já, hann er stórkostlegur í vörn, svo er hann ekki bara að skora, sko, hann er að taka fráköst, hann er með stóðsendinga, hann getur allt einhvern veginn. Þetta er eiginlega bara svona íþrótta undur þessi drengur. Já, ok, ég hef aldrei séð leik með honum. Ekki, þú myndir að hafa gaman að hann er fáránlegur. Já, ég er til að kíkja það. En þá veit ég það, hann fær $7,700 á hvert skot, hann LeBron James. Skemmtilegur útreikningur. Já, mjög gaman. Þetta hérna er áhugaverð líka. Hugh Jackman á Stalker í Ástralíu, eða svona eldirhellir, eða hvað heitir þetta á íslensku, ekki? Já. Á Stalker eða eldirhellir í Ástralíu, sem hendir skapahárum sínum í hann við hvert tækifæri sem hann fær. Og þetta er styrli starrið, og þetta er ekki lygi. Og það er búið að gæra hana nokkru sinnum og hún má ekki verið í kringum hann. Nú er þetta kona líka. Já, en ef hún nær að komast að honum, þá fær hann gusu af skapahárum. Þetta er stór. Þetta er æðislegt, maður. Það voni ég eignist aldrei svona aðdáanda. Bara í augun og viðbjöðun, maður. Bara á hausinu? Já, það vantar það svo sem. En þetta er steikt, sko. Já, þetta er mjög steikt. Yfirleitt er þetta nú svona, veist, menn sem eru ekki að henda hann inn í ífætt. Nei, það er ótt verið að senda bréf og eitthvað svona. Í drepið og eitthvað svona. Já. Álega skarra að fá skapahár í hausinn, sko, heldur en morðhóttunni, sko. Já, ég meina af tvennu illu að tekið skapahárin fram við morðhóttun, sko. Já. Þú ert gamall Stalker, eða ekki? Jú. Já, en ertu hættur, hvernig varst þú að hrella á sínum tíma? Ég? Já. Ég var náttúrulega alltaf að hrella Björgvin Halldórs. Björgvin Halldórs, já, og var ekki einhver einn enn? Jú.
Hvað varst að gera? Ertu með hann í huga? Nei, ég veit ekki hvað. En þú varst ekki til því að henda skapahárum í það? Nei. Það var bara einu sinni að það var svo ballið, ekki? Björki! Ég steppaði Hilmars. Það er aldrei fyndið, það er hérna vinkona mín. Hún hérna er sjúkla hrifin af Stefáni Hilmarsinni. Söngara? Já. Nei, fyrir hundi manninn sem hennar Rikku. Já, söngara, sálarinnar. Og fór ofta á böll með honum og svona sko. Og var alltaf bara fremst að syngja og bara dyrka í sálina. Já, ég dyrka sálina. Og veist, náttúrulega svona stelpur, þannig að gera stundum mikið til þess að fá athygli. Og einu sinni var Steppi Hilmar svona alveg fremst upp í sviði sko að syngja eitthvað lag og hún er bara fremst og hún nær að teygja sig í löppina á honum og fer inn undir skálmina á buxunum hans og rífur í hárin og sköflunum á honum. Nei. Jú. Og hvað gerði hann? Steppi beði sig bara niður og bara ég læt henda þér úti og hættur sig eitthvað svona. Og er það vinkonaðin? Já, hún skamma sín svo fyrir þetta í dag sko, þess vegna get ég ekki sagt hver þetta er. Ok, veit ég hver þetta er? Já, þú veist það nú örgulega. Ok. En hérna, bara fyndið skilur það er svo margt sem að maður gerir bara skilur til þess að fá athygli. Já, bara komin hans í það. Búið til eitthvað vesen og eitthvað svona sko. Já, það var ekkert að þessu. Stofnendur Puma og Adidas voru bræður sem þoldi ekki hvern annan og voru báðir nasistar. Það voru bræður sem áttu Puma og Adidas eða stofnuðu. Þú eru skamstafanir, þú veist það? Já. All days I dream about sports, það ekki, er Adidas og hvað stendur Puma fyrir? Please use my ass. Nei, ég veit ekki. Er þetta bræður? Það er skurðið hlæða þessu. Já, þeir voru bræður og voru fyrst báðir í Adidas. Já. Svo er það næsta, ormar eru bæði með karlkins og kvenkins kynfæri og þetta kallast að vera hermaphrodite á ensku. Já, ok. Þannig að, já, bara ormar allan bakkan, það er bæði pjalla og tippi. Já. Það getur þægilegt örgulega. Ég held að sé samt ekki tippi. Nei, ég er svo sem aldrei sé orm, ég aldrei sé orm með eitthvað tippi. Nei, þetta er meira svona, þeir eru með eitthvað svona. Hvað þá? Bara svona eitthvað dót sem að virkar eins og tippi en er ekki tippi. En þú veist ekkert hvað er samt? Nei, ég er ekki kynnt með það. Ef þér er þið búið að vera með bæðið, myndur þú þykja það? Já, alla dag. Já, þetta. Það kemur ekki að fara út úr húsi. Það er hérna næsta. Já, þú blikkar 10 miljón sinnum á ári. 10 miljón sinnum? Já, á ári, blikkar augunum. Og það er líka mjög fyndið, sko, ég teki eftir, ég hef verið með, þetta held ég svona þriðja sturla staðrindina sem ég ræði að blikka augum. Já. Og alltaf þegar ég er að lesa að blikka augunum, þá fer ég að spá rosalega mikið í það hvenær ég blikka augunum og byrja að blikka þeim oftar. Já. Það er ógeðslega þægilegt. Já. Ef maður byrjar að hugsa betur, já, þarna blikka ég, þá blikkar oftar. Þannig ekki gera það, hlustundur. Já. Það er mjög óþægilegt. Já. Svo er það... Já, kannski eitthvað sem finnur út hvað blikkar ofta á klukkutíma. Já, svo reiknar það bara, það er ekkert akkurat 10 miljón sinnum. Það er alls ekki þannig. Það er ekkert eitthvað, ég held ekkert núna bara svona og þá verði 3 frá því, sko. Nei, þetta er svona eitthvað meðaltal sem menn hafa fundið út. Já, auðvitað. Það er ekki heldur sem verður að telja þetta. Já, alls ekki. Ekki klætt. Hvað ertu komin í? Ég er komin í 6 miljónir, já, náttúrulega bara nóvember. Herru, ok, þá er það næsta. Það eru fleiri bakteríur í munnunum aður heldur en fólk í heiminum. Sturlu staðreind og hrætti mig pínu. Þú hrætti það? Æ, bara, ég meina, maður, þú veist, maður skildi nú vera svo heppin að fá að kissa eitthvað. En hver skapaði bakteríur? Það er góð spurning. Hver skapaði sýkla? Það er nóg til að þeim allavega. Já. Og spáði, kjafturinn á þér er bara, og þinn er auðvitað verri en minn versa. Þú veit, þú getur allt og eitthvað svona. Já, ok, takk fyrir það. Það var ég að tala þú ert með svona, þú verður sagt það sjálf, þú ert með stálma og getur borðað allt og eitthvað. Já, en ég er samt ekki að, ég geta bara, hérna, þú veist, séð og hirt blöð og glös. Nei, þú hefur gert það, ég borða bara mat. Þú hefur borðað fossiðin og divaf. Það er rétt. Já. Hún kom út úr raskandur á mig bara svo A4 blaður epsnaprentara. Það var samt, var þetta ekki eitthvað ammalið, það var þetta í þættinum? Ammalið? Hvað gerði þetta bara sem skemmtættri í barnaammalið? Já, krakkar, þá var Sveppi kominn maður, heyrðu, hvað er hérna? DFF? Þetta var í 70 mínútur. Já. Svo er það næsta, nefið og eyrun á þér eru ennþá að vaksa. Bara á mér? Nei, bara á okkur öllum. Hjá okkur öllum. Já. Og hættir aldrei að stekka. Nei, það stekkar, já. Sem er kannski leiðilegt með eyrun þín.
Já, mér finnst þau ekkert hafa stækkað í 10 ár, sko. Nei, maður reyndir ekkert orðið varðið það. Ekki heldur sjálfum með, sko. Nei, og nefið, hvað? Þetta er pingu lítið á árið, röglega. Þetta er ekkert sem við tökum eftir. 16% fólk, já, þetta hérna, við hefum 3 ára eftir. Mér finnst þessi hérna svolítið skemmtileg. 16% fólks reynir að loka lyftuhurðinni þegar þau sjá fólk á leið í lyftuna. Þannig að þú serði eitthvað koma, ítir á takkan og reynir að loka honum eða heldur þau? Hvernig típ ert þú? Ég er svona sittlita kóð. Já, ég er 50-50 þarna, sko. Ég íti ekki á takkan sem að lokar fyrr. Nei, en þú vonast samt til að hún loki eða ekki. Já, en ég vonast til þess að ég verði freka bara einn í lyftunni heldur en með einhverju. Ég er eiginlega sammálaður. Ég held að þetta er hærri prósent. Já, þetta er ekki um 16%. En af því að maður vill, það er einhvern veginn bara oft betra að vera einn í lyftu. Já, það getur verið svo þvingað. Já, fyrir ég líka bara, veist, ef það fara mjög hátt. Já, nákvæmlega. Svo er það hér... Ein hæð skiptir kannski ekki öllu máli, sko. Nei. En alltaf þegar ég með einhverjum ókunnum í lyftu, þá reynir ég að standa sem næstunum. Akkur. Það er svo óþægilegt. Já, bara að leika þér eitthvað. Og horfa á svona á hann. Ég er ekki til. Ég er ekki til, já, það er síðasta styrlaða staðurinn dagsins. Þú getur látið ræna þér í Frakklandi fyrir $1,600, eða 200 skall. Já, það? Já, það er bara fyrirtækið þar og ringir, borgar og þér er rænt. Ég veit ekki, á hverju eigða 200 skalli að láta ræna sig, getur þú sagt mér það, Sverrir? Að því þú fær kannski 1 milljón úr tryggingunum. Nei, fjandinn, er þetta ekki bara upplifun að vera rænt? Þetta er eitthvað svona adrenalin kick eða eitthvað. Þetta er bara eitthvað ferðarþjónusta? Já, ég held það, segir mig það. Það er steikt, maður. Já, mjög steikt. En ég meina, og það er spurglu staðrið hérna á Íslandi, það sko kostar 200 skall að láta mann hverfa. Já. Getur hringt bara í vinn minn, hann Þetta voru styrlaða staðarindir. Hér kemur að mínu mati besta lag stöðurinnar. Besta lag Frikadór. Já. Það er rólegt og kósi og heitir Leiðalok. Virkilega flott lag hjá sér. Á að vera ein og öllu slíkur, því finnst mér þú ekki vera. Við fögnum vorinu með apríltilboðunum í 10.11. Rhinos á 179 krónur, Coffee Crisp á 99 krónur, Nóa kuppastöng á 59 krónur, Appelsínutrópi á 179 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. Ég er Derpur Eyvindsson. Ég er decaf, sojalatte, þambandi, mussuklett, feminista, þurrkunda. Ung, vinstri græn. CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Stefson, Skálmöld, DJ Margeir og bandaríski mashup-mistarinn C-Trip. Party at the Top of the World, Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara að konuna ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. Já, ég með. Kom ekki þetta. Nei, já! Klassi. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957. Topp tónlistarstöðin. Auðun Blöndal heiti ég og ég beint á móti mér sittur góðu vinur minn Sverrir Þór Sverrisson. Hinn síkáti Sverrir og það er komið að dagskrárlið sem að byrjaði hjá okkur í síðustu viku og hann heitir Gamlar smáauglýsingar. Já, geymt en ekki gleymt. Já, það er enda flottara nafn. Já. Geymt en ekki gleymt. Þannig er mál með vexti að það er hægt að fara inn á tímarit.is og skoða öll dagblöð bara fyrir og sér. Já. Bæði dagblæði, fréttablæði, morgunblæði, sama hvað. Langt aftur í tíman. Já, og það sem við höfum verið að gera er að fara í svona smá auglýsingar og vera að hringja í fólk sem er að auglýsa eitthvað hér fyrir, mörgum árin síðan. Já, mjög skemmtilegt. Eins og núna, ég er að spá ég að fara í nóvember 2003. Ok. Þá erum við að tala um 10 ár síðan, tæp. 10 ár, nóvember 2003. Þá var ég 23 ára, ég var með hár.
Þetta áður en ég snúða mig. Já, þannig erum við í 70 mínútum, örgulega. Já, brattir í 70 mínútum á þessum tíma og ég sé hér strax uppi að hérna verið í smálisingunum að auglýsa ísbjarnafeldur með haus og klóm til sölu. Já! Stórfenglega fallegur, verð aðeins 290.000. Já, ég skal ríkja hann. Ok. Ég vil fá þennan ísbjarnafeld. Já. Hvað stendur meira? Hvað er þetta? Þetta er hérna. Það stendur ekkert meira, svo bara númer. Ísbjarnafeldur með haus og klóm til sölu. Stórfenglega fallegur. Stefán? Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég er að ringja hérna út að hvort að ísbjarnafeldurum væri farinn. Ég bara maður ekki maður. Hann átti að vera með haus og klóm hérna. Já, ég var í stundum. Hvað notið þið fyrir þetta eða? Já, nei, ég er nú bara hérna með stóran sumarbústað sem ég var nú að hugsa þetta fyrir. Já, ok. Ég skal aðtöða þetta og geta hringt í mig kannski morgun bara, sko. Já. Þetta var nefnilega allt samtitt og löglegt og að setja, sko, þannig að við vorum... Já. Hvað er hann stór? Þetta var... Það var svolítið stór, sko. Það voru tveir, held ég. Hvað er langt síðan að... Þetta er nokkur á síðan, sko. Maður held að hann væri farinn, sko. Já, ég bara veit ekki hvað sem til að þá hvernig er, sko. Nei, ég skilji. Ertu til að hringja bara aftur og tjekka á þessu? Þá heyra það sem er með hann, sko, allavega, eða var með þá. Já, ég skilji. Það hljóma mjög vel. Ok. Já, takk. Já, takk. Hann var ekki farinn. Heyrðu, það var ekki búin að selja hann á 10 árum. Var nú bara eitt... Hann ætlaði að ringi félaga sinn og hann var ekki viss um að væri farinn. Nei, það er 10 ár síðan. Já. Og ég á hringi á morgun. Þú veit þetta stekt maður. Ég er bara að fá mér fucking ísbjarnabúning. Það kostar 200 og eitthvað þúsund. Já, ég staðgreiðan á 190. Hérna er til sölu Polaris Indy 700 kubik. Vélsliði, á ég ekki að henda mér í hann? Jú, þetta var ekki nóg gott hjá mér. Við hittum á mann sem að það kom honum ekkert og óvart. Nei, og verið að ringja 10 árum eftir. Hann var ekki að spyrja það bara hvernig þetta er í hug. Já, góðan daginn. Ég er að ringja hérna út af Polaris Indyinum, verðsleganum Indy 700. Já. Ekinn, 300 mílur, en það er orðið eitthvað svolítið síðan. Seldur hann eða? Bittu Polaris Indy? Já, 700 XP stendur hérna, ný skráning 03. 00. Já, ég er að segja, þetta er gamalt blað. Hæ? Já, þetta er ég er að skoða, eldgamalt blað. Þetta er síðan 2003. Hann er farinn kannski þá eða? Já, ég hef ekki átt Polaris Indy, elsku kallið minn, alveg. Já, ég er að sjá það núna, þetta er 21. november 2003. 2003? Já, það eru 10 ár síðan. Já, ertu búin að selja hann? Já. Já, Polaris sleða, sko. Kemur til sölu. Já, ekki þessi samt. Nei, en vantar þið svona sleða? Nei, ég var bara að skoða hérna, ég vissi reyndar ekki að þetta verið 10 ára gammalt blað, það er kannski eini gallin í þessu öllu saman. Ég ætlaði bara að tjekka hvort þessi verið farinn og hvað er að setja á hann. Þannig að ekki 300 mílur, eða var það er náttúrulega 10 ár síðan, það er örugglega búin að leika sér eitthvað á honum eða ekki. Ég veit ekki það, ég held ég hef selt hann 2003, hérna, var þetta 2003? Já, fór hann strax eða? Náður að ég vissi, þetta var bjart sinni. Ég þetta bara að tjekka okkur öðru hérna. Ég ætla að reyna að finna eitthvað nýra blað. Nýra blað? Hvar ertu startuð í heiminu? Íslandi. Já. Og hvar kemst ég svona gömul blöð? Já, þetta var bara einn á skrifborðinu á mér niður vinnu. Já, ok. Takk samt aðeinsla. En ég á svona sleða, sko, með eddspotti, sko. Ég þóli ekki eddspotti. Hæ? Þóli ekki eddspotti. Já, ok. Mér finnst hann fara svo illa í hengjurnar þá. Þið verður ekki fundið á eddspottiðinu, hvað verður illa í hengjurnar? Það er langt sem ég ferðast á því, sko. Já, síðan mér það ekkert. En takk samt. Já. Bæ. Ok. Ég ætlaði ekki að losna við hann, hann vildi selja hinslega. Ég er mannarslega þetta. Þessi búin að vera braskabar í nokkur ár. Það skal hafa hissa. Það er svo fattalegt. Það 2003, já. Og hvar í heiminum ertu? Já, bara að skoða þetta. Þetta er bara skrifbornu. Herðu, hérna er Sveppi Pajero árið 98, dísel hækkaður fyrir 33 tómur, mjög góður og velfarinn. Já. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla aðtúa, þetta er kannski bjartsinni, en MMC Pajero en árið 98, er hann farinn hjá þér? Dísel hækkaður fyrir 33 tómur. Já, hann er löngu farinn, sko. Ertu búin að selja hann? Já, það er mörg ár, sko. Helvítis, hvað fór hann á hér? Það var einhver skipt, ég bara manna ekki, sko. Og manstu hvert hann fór? Nei. Er þetta ekki topp eintak? Það held ég, sko. Já, byrju hvað, eru mörg ár sem hann seldur hann? Já. Nú, okkur er ég að lesa þetta einn í smálinn, sko.
Já, þetta blaðsíðan 2003. Já. Nú, helvítis bjartsinni á þetta, maður. Já, þetta með finni, sko. Þú ert ekki með eitthvað annað til að selja? Nei. Herðu, það svona, you win some, you lose some. Ég mistaði þessum. Já, ok. Ásakaði. Þess að bara einn. Það er gaman, hann myndi eftir honum og hann bara selja hann og hann fann skrítið að fá þetta. Það er langt síðan. Síðan ég seldi hann. Herru, hérna er þitt húsnæði óskart. Hjálp, feðgavandar íbúð, helst í Kópavogi. Þetta var 2003. Ég þarf að vera algjör savior. Atli, sælir, ég er hérna að ringja út að íbúðinni. Ég er með handekur. Hvað íbúð það? Það stendur hér hjálp, feðgavandar íbúð, helst í Kópavogi. Ég er með íbúð í Kópavogi. Það er ekki hjá mér. Jú, það er ekki með rétt númer. Sennilega ekki. Þetta er enda 2003. Ha? Er þið konið með íbúðfækanir eða? Já. Já, þetta er 10 ár síðan. Herðu, þetta allavega, þá veist að ég er með íbúð í Kópavogi ef að ég lendi í vesinn aftur fækanir. Til hamingju með það. Til hamingju með þína, líka, 9. Já. Það er gaman að þetta reddast. Takk fyrir einhvers. Já. Blæs. Þá er þetta svo mikið flöð. Já, við erum konum íbúð. Þetta var, smálýsingar eða eins og Sveipi kallar það geimt en ekki gleymt. Þetta var hressandi í dag. Sem fyrr. Sem vaka til að reyna að verða hefnir en það styttist hér í að við ætlum að hringja til Manchester og stríða nokkrum kráareigundum í Manchester sem að halda með Manchester City. Já, það eru æg. Við erum búin að finna hér númerin á 3 City pubum og ætlum að spyrja það hvort þið viti hverju séu orðnir enski meistarar. Hér rétt á eftir en ég var að skoða hérna Sveipi við inn á df.is. Já, þeir eru frábæri síðu. Já, það að kolla í bítinu, hún er hægt. Já, hún sagði upp maður. Hún sagði upp og er hægt á bylginni. Sem er synd, því að hún er frábær út af skona og kann ég vel við hana. En það er ekki allir á sama máli. En það er hérna fyrirsögnin, ég er alltaf þreytt. Þannig að hún er búin að vera þetta lengi og hefur greinlega bara, hún ekki nefnt lengur að vakna alltaf klukkan 6 eða hvernig sem það er allt saman. Já, þau vakna 6, byrja 7, það er eitthvað svona undirbúningur. Já, það er nú ekki það sem slær mig, það er bara, hvað er með kommentakerfi á DFF? Já. Þarna er bara fólk sem að, virðist einhvern veginn bara að gleyma að taka prósakið sitt eða eitthvað. Já. Það er rosalega pirringur alltaf inn á, náttúrulega búið að gera grínað í áramótaskaupinu og öðru, þannig að þetta er svo sem ekkert nýtt. Nei, fólk er alveg meðvitað þetta, sko. Já. Þetta er inn á DFF, segir þú? Inn á DFF, og það er bara, byrjar hérna, sko, veist, hún er ekkert eitthvað, fyrirsögninni ég er alltaf þreytt. Kolla í bítinu fær nóg því að vakna í morgunsarið og er búin að finna sér eitthvað annað að gera. Og svo byrja bara hérna, bara einhvern Ferdinand Söbeck, þvílíkt væl. Ég vakna klukkan 4 alla mótna. Hvað er frétta umfjöllunum mig? Svo kemur þetta, ég er alltaf þreytt. Sleppa að vakna fyrir allar aldir. Kæra móðir, hún minnist ekki eins og á að hún eigi börn. Og svo kemur þetta mér finnst bæður að frábær og það er ekkert allir leiðilegir þarna sko. Nei, alls ekki. Svo kemur þetta Kjartan Dofri, eitt leiðilegt útastáttur allra tíma og þá er Reykjavík síðdegis meðtekið. Þetta er bara ömulegt og það er búið að læka það hjá honum. Já, og svo kemur Konráð Jakob hérna sem er líka virkur í athugasemdum. Hún er alveg að gera út af sig. Algjör vinnu þrælkun. Þetta er ekki hægt, maður. Svo kemur Sigur H. Einarsson. Það væri gott að þetta íhaldslið leti sig hverfa. Hvað er það íhaldslið? Það er bara fólk sem er í... Þau eru það við líka þá, ég veit það ekki. Svo kemur Arnar Hólmarsson. Innan tómar og útvarpum bylgjunni vandfundi. Svo það skiptir nú alla máli þótt einhver er hætti. Þetta er ekki hægt. Það er allir svo... Það er svo mikið neikvæðnið þarna. Það er bara... En svo eru sem mér hérna sem segja. Munum náttúrulega sakninar og að þau séu frábær. Þannig að það er ekki allir með leiðindi. Ég er bara, það er alveg saman hvort að koma jákvæð frétt þig eða neikvæðin og DFF. Já, kommentakerfið, þetta er eiginlega alltaf neikvætt. Þá fær það að heyra það. Maður fær líka bara pinni í magan. Nú vinnum við í fjölmiðlum. Þannig að það er stundum hringt í mann frá kannski blöðum eins og fréttablaðinu eða dagblaðinu og verið að spyrja mann eitthvað sem þeir sjá á Facebook hjá manni eða Twitter eða eitthvað og verið að spyrja mann út í það og ég fæ bara pinni í magan þegar ég heyri í blaðamönnum DFF því ég sé fyrir mig bara hvað kemur.
Það bara segjum til þess að Auðun, fórstu á leikinn þarna í United, þú sá það á Twitter og ekki stemming, maður bara, jú, það var rosa gaman. Já, ég ætla aðeins að fjalla það. Já, frábært. Svo bara kemur Auðun Blöndal, kíkti á leikinn. Já, og hvað ég meir ekki drullu sama? Já, þetta ekki bara ekki frétt? Já, shit, hvað ég spenntur í þessu. Ég hef aldrei kunnað vel við þennan Auðun. Hann leiðilegastur allra. Hverjum ekki sama og hvað þessi sköllótti hobbit að gera. Já. Það var einhvern veginn bara, Þetta algjör snill. Svo fær maður frá Mæju systirna á Facebook, múðalega fólk leiðilegt við erum djöfað. Já. Maður ætti að fara ef einhver leiðilegur. Má maður fara heim til hans á Kílan? Nei, það held ég ekki. Enda myndi finnast það rétt að skrifa í þessu. Já. Fara heim til hans á Kílan. Já, bara herra, er þú Einar Björnsson? Já. Herra, þú varst að skrifa mig að ég væri fáitt og leiðilegur? Já. Já, ég bara, herra, já, sætlunur Einar. Þetta ég hérna, skallu átti Hobbitin og Skallan. Já. Gera bara eitthvað, þetta er óþjóðlega. Nei, þetta er svona, maður á ekki að taka marka á sig. En það er komið að, já, afsakið, við þurfum að fara hans í auglýsingar. Svo ætlum við að hringja til Manchester, kæru hlustendur. Ég til. FM 957 kynir sumarleik Pepsi Max. Ef þú kaupir flösku af Pepsi Max þá fylgir henni lukkunúmer sem staðsett innan í flöskunni. Þú skráir til leiks með því að fara inn á Facebook-síðu Pepsi Max á Íslandi og slá inn lukkunúmerið þitt. Aðalvinningur hvorki meira minna en draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn. Allt innifalið. Athugið yfir 10.000 aukavinningar. Beyoncé glös, Beyoncé bólir og gjafabréf frá tónlist.is. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Af trúalegum ástæðum þá tek ég brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt hið sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. Gamli, góði vinur. Í góðu sambandi skiptir hollustan öllu. Hámark, hollur félagi. Kæru landsmenn, á síðasta vetradag og sumadaginn 1. fylgir Coke Zero frít með öllum máltíðum á hamborgarafabrikunni. Náðu þessu, á morgun og hinn. Coke Zero frít með öllum máltíðum. Hamborgarafabrikan og Coke Zero. Ekta kókbragð, engin sykur. Er ekki eitt hrun nóg? Segjum nei við spillingunni. Lýðræðisvaktin, xlvaktin.is. CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Stefson, Skálmöld, DJ Margeir og bandaríski mashup-meistarinn C-Swing. Party at the top of the world, Fanfest 2013. Í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Dominos kynir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. 2000 nýjar leiguíbúðir. Samfylkingin. FM 95 blöð á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tónlistarstöðin. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þetta er hjartaknúsarinn, Bruno Mars. Já, hann er frábær alveg, hann Bruno. Já, með lagið If I Was Your Man. Hvernig væri það ef ég væri maðurinn þinn, Sveppi? Það væri nú bara yndislegt. Myndur þú fíla það? Já, þú erið nú samt alltaf konan í sambandinu. Já, heldur það? Nei, líklega ekki. En ég held að það ekki farið fram hjá mörgum að Manchester United tryggði sér enska meistara titilinn í gær. Já, þú varst glaður. Ég var mjög glaður. Varstu fullur í gær? Nei, ok. Það var ég nú eitthvað ekki. En gætur þetta fagna í annarkort á morgun eða næstu helgi. Já, gamli blöð hefði hann fengið sér nú aðeins. Já, gamli blöð hefði hendi í sig þarna, sko. En það sem við ætlum að gera núna, þetta var nú þín hugmynd, Sveppi. Já, en sko, mér langar nú að ræða við þig eitt á það, sko. Já. Rosa gaman að vinna titil og svona. Já. Skilurðu? Geggjað. Geggjað, já. Og allt það. En hann var basically höfn.
Titillin, já, hann var nánast kominn. Þið hljótið að vera svekkingur á meistardildinni ennþá svolítið. Nei, hættu þessu Herris. Og bygganum. Ég heyrði það hjá einhverjum United. Já, auðvitað, hrikalega leðilegt að vera ekki ennþá í því. Það er keppnir ennþá eftir. Já, það má svona eiginlega segja að þetta sé svona pínu bros sem að þið getur komið með í gegnum tárin. Nei, þetta er titillin sem við vildum. Ennski meistarar. Já, ég veit það. En þú veist, bara svona... Ertu að skjóta mig núna áður en við fyrir að skjóta á City-fólkið? Sveppi vek hugmyndir á hann sem að, já, ég gæti nú ekki annað en tekið undir. Þetta hljómi kannski sem mínu hugmynd, það átti hann ekki. En, já, hann vildi að við myndum ringja til Manchester á Manchester City pubba. Já, við höfum nú gert þetta svona þegar Ísland er að fara að keppa í einhverjum íþróttum. Já, við höfum líka verið að bögga þjóðir sem á að tapa fyrir Íslandi. Já. Þannig að nú erum að gera að bögga City stuðningsmenn og við erum hérna með 3 pubba sem eru Manchester City pubbar og við ætlum að ringja bara í þá alla 3. Það er ekki málið það. Ringjum í þá og við erum með svona leynilegindi. Já, ég ekki bara að spyrja, veistu hver eru meistar eða eitthvað svona? Ekkert eitthvað, engin dónaskapur. Nei, bara að reyna að fá þau til að segja United. Svona cozy leiðindi. Já, ég skal lofa því að þá enginn eftir að segja United. Það er að tjekkum þessu. Hello, Mary D. Yes, hello. Is this a Manchester City pub? This is Mary D's public house. Yeah, do you support Man City? Yeah. Yeah. Who are the champions? I know. No, they are not. Who are? Já, hún gat ekki svara. Nei, hún skellt á, neita að svara, maður sá, fá myndir hana. Ég held að óska þess að ég var í United maður. Já, ég get það ekki. Akkur gerist ekki United? Ég get það ekki. Akkur? Hjartað. Hæ? Hjartað. Hjartað, þú ert mest að liða með það sem ég veit um. Akkur kemur ekki bara þarna og verður þar? Ég fylgir bara hjartanu. Já, hvað segir hjartað þitt? Það segir ekki neitt núna. Tómt hjarta? Ég með tómt hjarta núna. Það er svo misjáft. Hello. Yes, hello. Is this a Manchester City pub? It is, yeah. Yeah, you guys support Manchester City? Yeah. Yeah, we're calling from Iceland. Who are the champions now in England? Who are? Do you know? My best friend, he loves United. Huh? Hello. Það er ekki mikið lúma fyrir þessu. Nei, er ekki Manchester maður City á Íslandi? Ná, já, það er bara Gulli. Hver er Gulli? Gulli markmaður, landsliðsmarkmaður, Gulli Gullnefs. Já, ertu búin að tala um hann? Já, ég getur þetta að hringja hann. Já. Það er 3. og síðasti Manchester City pubin. Já. Við verðum að fá einhvern til þess að segja Man United. How can I show? Yes, hello. Is this a Manchester City pub? Yes, love. Yeah, it is, yes. Can you tell me, who are the champions in England now? I've no idea. It's not City anymore, is it? I've no idea. Do you watch football? No. No. Do you? I think there were some new champions now. Do you know who they are? No, I've no idea. Oh, think a little. Sorry? Think a little. They come from Manchester. I've no idea, love. Sorry. It's Manchester United. Yeah. Rooney and Co. Það er búið að skella. I have no idea. Ég ætla að prófa að ringja það sko, þeir eru bara alltaf 3 pubarnir. Ég ætla að ringja aftur á fyrsta pubin. Prófa eitt hérna. Blóð heitir City, menn maður. Fyrsti pubin. Remember? Já, séu það hefur slitnað. Hello? Yes, hello. I'm calling here from a sports channel in Iceland. You're calling from where? From a sports channel in Iceland. I haven't got a clue what you're on about. No, I was wondering, can you answer one question for me? Well, I'll try. Who are the Who are you then? Who are the champions of England now? Yeah, why? What's that got to do with you? Because we are trying to do a survey here for our radio station. A radio station? I'm in a pub, not a radio station. Yeah, but who are the champions in England now? So you don't know? No, that's why I'm calling. Yeah, well, ask somebody else then, really, innit? You don't know? I haven't got a clue, love, no. No, okay. Do you watch football? What's the next, Hans? What do you want now? Yeah, I do. I sit up in bed all night and watch it, yeah. Yeah, okay. Okay. Any more? Yes. Fire away, then. How many championship titles have Manchester United won?
I now got a clue, love. No doubt you'll tell me, will you? I think it's 20. Yeah. Is it? Yeah. I'll tell you what, you're a smart ass, aren't you? You're very clever, aren't you? So, have you finished now, or do you want me to hang on here and waste your money on the phone, or what? What's the problem? We support United. You support United, so that's not my problem, is it? No, it's just calling. What team do you support? Just carry on supporting United. I don't have a problem with that. Okay, nice. But what team do you support? What's that got to do with you? I'm just asking. Curious. Curious. Yeah, right. Þetta komið gott. Ói, hvað þetta leðilegt. Þessi, við erum búin að skemma daginn fyrir hann. Þetta svona ekta sem ég myndi... Ói, okkur eru þið svona leðilegir? Þetta var með þess að þín hugmynd. Já, mér finnst þetta frábært. Af því að þú ert nefnilega svo... Sko, þú ert svo vondur í grunninn að þú gerir þetta svo vel. Þú berði þetta svo vel, þú gerir þetta svo fagmannlega. Hvað eru þeir búin að vinna marga titla í heildina, veistu það? Umulega leiðilegt. Og það var það sem ég var að reyna að grafa fram og ég fekk það. Þú veist að við byggðum, það nú ekki margir sitt í aðdæmandra á Íslandi en ég held að séu ekkert margir pirraðar að núti að hlusta núna. En Gulli, ef þú ert að hlusta, byrst ég afsökunar á þessu. En þetta var hugmynd hans Sveppa. Já, þetta var frábær hugmynd. Þótt ótrúlegt með virðast. Þetta var, smá United bug hér, enda oddimeistrar. Kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Helvítis fucking fuck. Segjum nei við spillingunni. Lýðræðisvaktin. xlvaktin.is. Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir unnið draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Velkomin á Andrésar Andarleikana. Atlantsolía, Akureyri. Hann þungur potturinn í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Treystum þjóðinni og klárum aðildarviðræðurnar. Samfylkingin. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Safnaðu frímerkjum, Sveppi? Nei, heyrðu, gott, nú þú. Hvað segirðu? Hversu gott eitthvað, Nissa? Já. Gott eitthvað ógeðslega fyndið. Hversu gott gult hrískólu Nissa? Skýtt í hausina þig, hvað hressandi? Ok. Vil ekki eitthvað svona? Jó. Nei, þeir myndir rendir aldrei svona dónaskap. Nei. Það eru kannski ekki dónalegar, en það eru flippaðar þessar upplýsingar. Já, veist, þetta svona... Kottu með, ég skal koma með eitthvað að reyna að vera að fyndið. Hversu gott blátt Nissa-súkkulaði? Klíndu hnetus mér á hælina þér. Já, það var mjög gott, já. Þessi var góð. Ertu í markasteldinni? Nei, ég þar ekki, en ég gæti hæglega á þeima þar. Já, veist, bara... kannski kemur þetta í næstu herrferð. Klíndu hnetus mér á hælina þér. Sleiktu apa eða eitthvað svona? Það hefur verið eitthvað, temdu apa, já. Já, temdu apa. Já, þetta er botlaust. Þetta er botlaust. Það er endalist þetta að gera. Já, ég get sagt fótbollslaunendum að núti frá því að Lionel Messi byrjar í kvöld. Hann er búinn að vera meiddur kallinn. En það er orðið staðfest að Lionel Messi byrjar fyrir Barcelona á eftir. Byrjunliðin eru hjá Barcelona það Valdés, Alves, Bartra, Piqué, Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Messi og Alexis. Og hjá Bayern München það Neuer, Lam, Dante Boateng, Alaba, Schweinsteiger, Javi Martínez, Robben, Ribéry, Müller og Mario Gómez. Þetta eru 2 stórkostleg lið og að fara að spila núna kortir í 7. Veistla fyrir fótbollunendur. Það verður... Á Stötu Sport að sjálfsögum. En ég ætlaði... Hvað var ég eftir að fara að spyrja þig? Það man ég ekki. Jú, ætlaðum að ræða pólitíka. Hvort viltu ræða? Pólitík eða veðrið? Já, það er náttúrulega sumardagurinn 1. á 5. Já.
Þannig að, já, byrju, nei, það er búið að vera ágættis veður, búið að skýta veður í dag og svona aðeins upp á síðkasti. Já, snjór í gær á tröppunum heima. Já, en það er að koma sumar. Já, þetta segja allir. Og veistu hvað, ég fattaði. Já. Það er líka frí, sko, það er frí hjá okkur á 5. út af sumardaginn 1. En svo líka frí næsta miðvikudag, af því að það er 1. maí. Hversu... Gott er hrískólinn þessa? Nei, hversu hentugt væri það fyrir mig sem afmælisbarn að eiga afmæli 30. apríl? 30. apríl? Já. Það verður alltaf frídaginn eftir. Já, 1. maí, já. Það verður besti afmælisdagur sem hægt er að eiga. Ég öfunda fólk sem afmæli 30. apríl. Það getur alltaf haldið upp á það. Já. Það er alltaf frídaginn eftir. Tengdapabbi minn, hann á afmæli 1. maí. Já. 60. Ok, er hann 60 núna? Næstu viku? Já. Veistu búin að ákveða hvað það er að gefa hana með það? Já. Hann er pottet ekki að hlusta hvort þið er? Nei, pottet ekki, ég ætla að gefa hana sólgleru og iPad til því. Já, ok, vel gert. Það er fínasta 60, sólgleru og iPad. Það er ekki sólgleru en iPad nóg, eða? Já, þetta er ekki mín ákvörðun, sko. Þetta er tengdapabbi minn, mér er dröðla saman, sko. Konaðin að koma þessi í gegn? Já, við vorum að vesla fyrir kalling. Já. Nei, veistu hvað, ég ætlum að kaupa Andrúnu svona iPod. iPod, já. Hann er alltaf með einhverja geisladiska bara eins og okkur. Já, það er náttúrulega ekki hægt, það er 2013, sko. Einmitt, sko, það er aðeins að kýpa. Þó hann sé orðinn 60 ára gamall, og þá þarf hann að lifa í núinu, sko. Það er eins gott hann sé ekki að hlusta maður. Hvað eru svona tengdaforeldriðinir? Er ekki hægt að, það er þetta að fara svo langt að segja að þau séu eins ólík þér og hægt er að vera það ekki? Jú, ja, svona þannig sé, sko. Já, þá er ég að tala þegar kemur á tónlist og svona hvað þú gerir og annað? Já, jú. Þú er ekki flipparar? Nei. Þannig að það er ólíklegt að þau séu að hlusta FM 95 blöðu því? Alveg pottitt, sko. Já, ég get alveg lofað því. Þá held ég að sitt ekkert búin að klúður þessu. Nei, það er gott. En svo getum við ekkert rætt pólitík því við höfum ekki vita pólitík. Jú. Hefur þið vitað þeim? Ég meina, hvað? Hefur þið vitað henni? Já. Ok. Hvernig, þegar þú segir að þú viljið ræða pólitík, hvað þýðir það? Bara, sko, Það er smá málefnilegt í það. Þá vil ég alltaf, þá segi ég fíla ekki þessa flokkapólitík. Nei, ertu búin að ákveða hvað það er að kjósa? Nei. Ég er samt svona heitur fyrir þeim sem eru sammála Evrópusambandinu. Ok. Pappi vill fara í Evrópusambandi. Ég skilji. Og pappi er enginn fáandi, sko. Nei, pappi er snillingur. Skilur þau? Svo finnst mér eitt svo skrítið. Þú veist, það er margir eins og Bjarni Ben og svona gæjar, sko, sem eru bara, veist, fluggáðar og sniður og vilja gera gott. Vilja alls ekki fara inn í Evrópusambandi og halda króninni eða eitthvað. Svo eru aðrir fluggáðar og allir að gera gott sem að bara berjast fyrir því að komast inn í Evrópusambandið og taka upp evru eða eitthvað. Og maður hugsa bara, þeir eru báði snillingar og flottir kallar og eitthvað, skilur þau. Akkur eru þið ekki sammála? Þetta er góð spurning, ákveður er ekki bara þjóðstjórn? Þjóðstjórn? Já. Hvað er það? Það eru allir flokknir saman. Já, einmitt. Og bara reyna að gera það besta fyrir okkur Íslendingar því að við erum í tómu rugli, sko. Stæðan fyrir að vera að pota sér eitthvað áfram hinn og þessi, sko. Já, ég veit það ekki, sko. Nei, en við ætlum að hætta að ræða pólitík, við ætlum að fara hér í eitt lag, svo er það lagið á löðinu. Ég þarf hann enginn að vera að hlusta. Við að reyna að ræða pólitík, það er bara eins og Rikki G að ræða tísku, sko. Hann er mættur hérna. En fáum eitt gott lag, svo er það lagið á löðinu heim og þetta hérna. Ég er með tilfinningu að kvöldið verður gott í kvöld. Meistaradeildin. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Já, heyrðu, ég komin svo mikið stuð, maður. Ertu komin í? Lagið á leiðinu heim og ég vildi óska þess og eftir það. Hvað? Það er líka með Black Eyed Peas, maður, sem er mjög svo gott. Hvað sagði með? Black Eyed Peas? Með Black Eyed Peas? Þú ert ekki svona greið, þú veist hvað þessi hljómsveit heitir? Black Eyed Peas eða Black Eyed Peas eða eitthvað, ég veit ekki. Hvað heitir hún? Black Eyed Peas? Black Eyed Peas? Þetta er ekki lagið, sko. Black Eyed Peas eða eitthvað, Peas eða eitthvað, Peas. Black Eyed Peas? Black Eyed Peas, já. Hvaða lag er það sem þú elskar líka með hann? Hver er ekki dröðlega saman hvað er heita með hann? Já, hvað er hitlagið sem þú elskar með hann? Það er hérna... Býttu nú að stóla mér alveg rétt að því þú fórst að fokk í mér að því ég kann... Where is the love? Já, where is the love? Já, það er ekki lagið á leiðinu heim, en það kemur samt love fyrir í laginu á leiðinu heim.
Og sko, lagið á leiðinni heim núna er geggjað og ég spilaði það í fyrsta sinn held ég síðasta fimmtudag. Því að ég heyrði þetta lag á fimmtudaginn og það kom mér í geggjaðan gír. Og ég get lofað því þetta mun koma þér í gír. Og ég veit að ég er nýbúinn að spila þetta er bara það gott lag. Þetta lag hefði aldrei verið spilað áður á FM áður en ég spilaði það. Á hvað sagðir þið? FM? Á FM. Ok, hvað hvað ár er þetta? Gefið út. Þetta er eldgamalt lag en ég get lofað að þú mun fíla það. Veistu hvernig ég veit það? Nei. Því að, þú lagðir ímislegt á þig til að sjá hennar snilling. Þú meikst á þig. Þú varst komin fremst hérna í Laugardalshöllinni. Þú varst fyrstur á hurðina þegar hann kom hingað. Svo kom svo mikill tróðningur í staðinn fyrir að reyna að koma þér á klostið. Þá bara stóðstu við grindarski og meikst á þig, eða ekki? Ég meikt á mig. Nú, hvað það? Tók út á mig teilingin og meg á sviði. Ekki er að skarra hana. En þú varst ekki að launum við það þá samt? Nei. Svo setna fikk ég vinnu við að pissa á mig. Nákvæmlega. Dömur mínir og herrar, þetta er kynlausa kvikindið David Bowie. Já, en hvaða lag heldur þetta sé? Það er annarkort Ground Control to Major Tom. Nei. Siggy played guitar. Nei, ég sagði hlustendum þetta á fimmtudaginn síðasta og þetta er bara lag sem að kemur mér í þvílingagýr. But I try. Þetta er lagið Modern Love og það er eitthvað svo mikið stuð í þessu. Sko, svo næst er hérna þá spilum við Heroes. Heroes? Með David Bowie? Þú ert mikill Bowie fan. En hlustið nú, kæru hlustendur, því að þetta kemur mann í gýrin. Það er bara þannig. Síðasta lagið okkar er að lagið á leiðinni heim þennan þriðjudaginn. Við erum búin að vera þetta með ykkur síðan 4. dag við Sveppi, farið við Víðamöll. Ég vil þakka þér kærlega fyrir daginn, Sveppi. Hvað segirðu? Ég vil þakka fyrir daginn. Já, sömuleiðis, menn. Gaman að vera þetta með þér og ég vil þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir að nennan hlusta á okkur. Við verðum mættir hér á morgun við Pétur Jóhann Sigfússon og það er svona nettur föstudagur á morgun. Því að það er sumardagurinn 1. á 5. daginn og það er rauður dagur. Sem að gerir þetta svolítið eins og það sé 50 dagur í dag. Já, það búið svona nettur 50 dagur í okkur. En Rikki G mættur hér í stúdíóið, hann ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld, þannig að takið vel á móti honum. En við heyrumst aftur, bara á morgun klukkan 4. Hann er að fara að gefa pizzur og bíómiða, þannig að það er að gera bara hringja og hringja. Já, bara 511 og 957 og líka bara þið viljið vinna stefnumót með Rikka. Já, bara heyri í kallinum. Já, að gera, heyra hans í hann. Hringið í Rikka. Hann elskar að taka þetta við símanum og bara svona heyra í góðum hlustendum. Auðvitað maður, við verðum að sinna hlustendum. Út af það gengur þetta. Auðvitað. Það er bara eins og við gerum allt fyrir hlustendur. Já. Það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir hlustendur mín. En takk fyrir daginn, kæru hlustendur, við heyrumst á morgun. Þetta var ekki eins og sett að mér núna, þetta bara datt hérna inn. Svo sem alltaf að enda á þessu, ég ætla að hoppa út í bíl og hlusta á þetta. Þetta er Justin Timberlake, Mirrors. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Stefson, Skálmöld, DJ Markey og bandaríski mashup-meistarinn C-Swing. Party at the top of the world. Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Ég heit Erpur Eyvindsson. Ég er decaf, sojalatte, þambandi, mussukledd, feminista, þurrkunda. Ung, vinstri græn. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 25% afsláttur af pítsum á matseli hjá Rizzo, 20% afsláttur af fatarhreinsun hjá efnalauginni Björg í Mjódd og 12% afsláttur hjá Ó-Sushi. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Þú ert að hlusta á FM. Á FM 95 blöð. Á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöð.